En við ætlum sem sagt að ræða þau mikilvægu hagsmunamál launafólks sem húsnæðisöryggi Og eins og ég var búin að fara yfir hérna áðan, þá hafa þessi mál verið á dagskrá Alþýðusambandsins allt frá upphafi og hérna glæra, bara það sem að þetta nú bara sko í algjöru mýflugumynd, saga húsnæðismálanna eða svona stærstu stiklurnar úr þeim. Það voru verkamannabústaðirnir sem voru byggðir upp á fjórða áratugnum, svo komu byggingarsamvinnufélög af ýmsu tagi, síðan í júlísamkomulagið vegna kjarasamninga 1965 þegar farið var í uppbygging á Breiðholtinu og fleiri svæðum. Nú byggingarsjóður verkamanna, hann var í fyrstu settur á með löggjöf 1929 í annarri mynd og hét annað, en þetta var svona sama fyrirbærið í rúmlega 70 ár og tók miklum breytingum í gegnum tíðina og í gegnum sjóðinn var veitt lánum til uppbyggingu verkamannabústaða og sem sagt niðurgreiddum lánum. En það gerist síðan árið 1998, það ákveðið að leggja niður húsnæðisstofnun ríkisins og íbúðalánasjóður var stofnaður í hennar stað. Og þá var í raun og veru tekin svo ákvörðun að nú ætti bara markaðurinn að sjá húsnæðisstefnuna, sem var ákaflega vond ákvörðun og verkamannabústaðakerfið var lagt niður 2002, verkalýðshreyfingin vissi nákvæmlega hvað var í húfi og lagðist eindregið gegn þessum breytingum en hafði ekki erindi sem erfiði. En í stað niðurgreiddra lána til uppbyggingar húsnæðis fyrir launafólk var farið í að veita fólki 90% lán. Og það á fullum vöxtum, þannig að þetta var náttúrulega mjög mikil breyting á kjörum fólks. Það var líka verið að veita leigufélögum hagstæðlán, en það var ekkert eftirlit haft með því að starfsemi þeirra væri í samræmi við þau markmið sem áttu að ná með lánveitingunum og svo seldu þau bara út íbúðirnar þegar að húsnæðisverð hækkaði. Það sem gerðist líka þegar að hægt var að greiða niður lánin og þar með húsnæði og farið að veita meira lán til kaupa á húsnæði, þá hækkaði fasteignaverð og svo komu bankarnir inn á markaðinn með sínum óábyrga hætti og það var hér mikil þensla. Það var mikil fólksfjölgun á þessum tíma upp úr tímabilinu 2004 til 2007 og það varð alvarlegur húsnæðisskortur í þeirri efnahagsuppsveiflu og við erum aftur núna komin á sama stað nema hvað staðan sínu alvarlegri heldur hún var fyrir það bil 10 árum. Og ég ætla að ræða hérna aðeins birtingarmynd vandans og mörg ykkar þekkja nú ágætlega þetta svið en þetta ágætt að rifja þetta upp. Því miður það svo að Hagstofan á ekki gögn sem ná lengra fram en til ársins 2014. Þannig ég hér í raun og veru að gefa ykkur mjög gamlar upplýsingar, en upplýsingarnar, það má segja að þær sýna stöðuna eins og hún í dag, nema hún bara verri en það sem við erum að fá upplýsingar hérna, því fólksfjölgun hefur verið mikil á tímabilinu 2014 til 2017 og húsnæðis, fasteignaverð og leiguverð hafa hækkað. En þannig að þið verða að hafa það í huga að þetta eru upplýsingar sem eru ekki alveg þær ferskustu. En það hefur verið mikil fjölgun á leigumarkaði undanfarin ár og það helsti hópi ungs fólks, tekjulágra og þeirra sem að búa einir, annaðhvort með eða án barna. Það eru margir með allt of háan húsnæðiskostnað og verulega íþyngjandi húsnæðiskostnaður skilgreinist sem húsnæðiskostnaður telst verulega íþyngjandi þegar fólk að greiða 40% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði. Og þið sjáu það árið 2014 og þetta hefur bara versnað, var 15 leigjenda með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað
sem mun lægra en hjá þeim sem áttu húsnæði, sem var 6%. Það voru 25% þeirra sem í tekjulægsta hópnum, sem voru með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað og 22% einstæðra foreldra. En það almennt talið að 20–25% af ráðstöfunartekjum sé eðlilegt að fara í húsnæði. Það geti ekki farið mikið umfram það, þá sé fólk komið í verulegan vanda. Og hérna eru 3 myndir sem að fylgja, sem að sýna, hérna það hlutfall heimila í leiguhúsnæði eftir aldri og það eru efstu línurnar rauða, bláa og græna sem að sýna mesta aukningu heimila á leigumarkaði og það langmest í aldurshópnum 25–34 ára og svo þó nokkuð í hópnum 35–44. Eins þarna í yngsta hópnum 16–24 ára, en það líka oft námsmenn og slíkt, þó að þessi hópur þurfi sannarlega húsnæðisöryggi, þá eru þessir hópar 25–44. Þetta eru líka barnafjölskyldur og þá eru þetta börn þessa fólks búa þá við það óöryggi að vita ekki hvort þau geti búið í sama hverfi frá ári til árs og þurfa að þvælast á milli grunnskóla með þeim alvarlegu afleiðingum sem að það getur haft fyrir bara námsframvindu barna og öll félagsleg tengsl. Þannig að þetta hópur sem að býr í leiguhúsnæði og mjög oft býr þetta fólk við óöryggi. Það að það veit ekki hversu lengi það getur búið í húsnæðinu. Þá sjáum við hlutfall heimili í leiguhúsnæði eftir tekjufimmtungum og það rauða línan fólkið í fyrsta tekjufimmtungi með lægstu tekjurnar, þar hæst hlutfall á leigumarkaði og svo fer hlutfalli lækkandi eftir því sem að tekjurnar hækka. Þannig að þarna það sérstaklega fólkið í lægsta tekjufimmtungnum en líka í öðrum og þriðja tekjufimmtungi. Þá fimmtungur til fjórðungur í leiguhúsnæði. Og svo það hlutfall heimila með íþyngjandi húsnæðiskostnað og hér sjáum við að íþyngjandi húsnæðiskostnaður langmestur hjá þeim sem að lægstar hafa tekjurnar, rauða línan. En 25% þess hóps með íþyngjandi húsnæðiskostnað. Og þá ætlaði ég að fjalla það sem að ASÍ hefur unnið að síðustu ár á sviði húsnæðismála. Það eru kjarasamningarnir 2015, mikið tímamóta samningar hvað varðar húsnæðismálin. En ASÍ hafði þegar í febrúar 2013 sett fram tillögur nýtt fyrirkomulag húsnæðismála að danskri fyrirmynd. Og gerði þetta algjörri forsendu í kjarasamningunum 2015 og fekk að lokum yfirlýsingu frá ríkisstjórninni þetta efni. Og þar skuldbatt ríkisstjórnin sig til þess að tryggja fjárframlög frá ríkinu til 2300 íbúða á tímabilinu 2016–2019 fyrir tekjulágar fjölskyldur. Og þetta átti að gerast þetta gerist, á að geta gerast, þetta komið í framkvæmd með stofnframlögum frá ríki og sveitarfélögum. Ríki greiðir 18% af stofnkostnaði húsnæðis og sveitarfélögin 12%. Leiga á ekki að verða hærri en sem nemur 20–25% af tekjum og hækkun, og inn í þessari yfirlýsingu var líka talað hækkun húsnæðisbóta til leigjenda. Og frumvörp þessi mál voru afgreidd frá Alþingi vorið 2016. Alþýðusamband Íslands lagði sitt af mörkum til þess að þetta nýja kerfi fengi svolítið öflugt upphaf og það yrði skotið undir þetta form traustari fótum og á 100 ára afmæli ASÍ var þetta gjöf var félagið, íbúðafélagið Bjarg, gjöf til félagsmanna og BSRB tók þátt í því og rekur með Alþýðusambandinu þetta félag og lagði því fram stofnfé. Og markmið félagsins að bjóða upp á ódýrt leiguhúsnæði fyrir tekjulágar fjölskyldur og einstaklinga og það formið á félaginu sjálfseignarstofnun sem greiðir ekki út arð, heldur notast allir fjármunirnir í það að byggja upp húsnæði
og tryggja sem lægsta leigu fyrir þá sem í húsnæðinu búa. Og Bjarg hefur þegar fengið úthlutað eða vilyrði fyrir lóðum vegna 1150 íbúða í Reykjavík og Hafnarfirði og fyrstu íbúðirnar munu fara í útleigu árið 2019. Svo ætla ég að koma aðeins inn á húsaleigubæturnar sem líka var fjallað í kjarasamningum. En það höfðu þegar verið að gera þessa samninga 2015, þá voru 80 milljarðar búnir að fara í það að lækka fasteignaskuldir þeirra sem bjuggu í eigin húsnæði, en leigjendur höfðu algjörlega setið eftir á þessu tímabili. Og húsaleigubætur höfðu rýrnað mjög að raungildi. Og það var samþykkt lög nýtt kerfi sem tók gildi í upphafi þessa árs og það heitir núna ekki húsnæðisbætur, það heitir húsnæðisstuðningur, það vitleysa hérna á glærunni hjá mér og kemur í stað húsaleigubóta. Og kerfinu var ætlað að ná til fleiri og taka frekara mið af fjölda heimilismanna. Og í skýrslu okkar hagdeildarfólks þróun skattbyrði frá árinu 1998 þá sjáum við hérna á glærunni hvernig húsaleigubætur sem hlutfalla launum hafa þróast og hér erum við að horfa á einstakling með laun við neðri fjórðungsmörk með 2 börn á heimili og par. Bláa línan einstaklingur og rauða línan par. Og í gamla húsaleigubótakerfinu þá var mikil breyting, það dró mjög úr stuðningi við einstaklinga og húsaleigubætur fóru úr því að vera 14% af launum niður í það að vera 5%. Hjá pörum var þetta bara við upphaf tímabilsins sem að húsaleigubætur voru einhverjar þó þær væru litlar. Svo sjáum við þarna við árið 2016 annars vegar rauður punktur alveg á línunni og svo blár sem stendur 9% við. Við prófum að heimfæra nýja húsnæðisstuðningskerfið á árið 2016 og þá sjáum við að stuðningurinn að aukast úr 5% í 9% af launum hjá þeim sem eru í tekjulægsta fjórðungnum en pörin standa eftir sem áður án húsnæðisstuðnings og þannig erum við að tala fólk við lægri fjórðungsmörk launum. Þannig að það áhyggjuefni að kerfið hafi ekki náð markmiði sínu að tryggja betur húsnæðisöryggi og draga úr húsnæðiskostnaði para í þessum tekjuhópi. En hann hefur stuðningurinn aukist til þeirra sem búa einir og það jákvætt. En vaxtabæturnar hafa líka á sama tímabili hafa núna verið að fara lækkandi síðustu ár. Vaxtabætur vegna húsnæðislána, þær eru bæði tekju- og eignatengdar. Þannig að ef að fasteignaverð hækkar eins og gerst hefur núna á síðustu árum hratt, þá fækkar mjög hópi þeirra sem fá bæturnar því að eignaskerðingarnar gera það að verkum að fólk dettur mjög fljótt út úr kerfinu. Og hérna sjáum við vaxtabætur sem hlutfalla launum líka og þetta fólk við neðri fjórðungsmörk í 100 fermetra íbúð með 20% eigið fé. Þannig annars vegar einstakt foreldri og hins vegar pör og við sjáum að einstakt foreldri dottið út úr kerfinu 2016 þó það sé við neðri fjórðungsmörk tekna eða launa. Því þarna í þessu dæmi sem við vorum með svona dæmi í skýrslun okkar þar sem voru fjölskyldur með 2 börn og við gerðum ráð fyrir 100 fermetra húsnæði en vaxtabótakerfi gerir ekki ráð fyrir því að einstæðir foreldrar búi í jafnmörgum herbergjum og hjón sem mjög furðulegt því að börn einstæðra foreldra þurfa alveg sama rými og börn hjóna. En þannig að eignaskerðingarnar eru svo miklar hjá einstæðum foreldrum að þau eru dottin út úr kerfinu ef þau ná að eiga 20% í eigninu sinni en hjónin þau eru enn að fá 2% ef þau eru við neðri fjórðungsmörk. En þið sjáið glögglega hér á myndinni að vaxtabótakerfið eingöngu fyrir þá allra tekjulægstu og
fyrir fólk rétt eftir að það að kaupa fasteign. Og ef að það einhver hækkun á fasteignaverði í gangi, þá dettur fólk mjög snemmt út úr kerfinu þó að ráðstöfunartekjur séu ekki að aukast sem neinu nemur. Og við erum að sjá fram á áframhaldandi húsnæðisskort hér á landi. Árið 2017 þá voru 2,5 manns á hverju heimili og það fjölgun frá árinu 2011 úr 2,4 og fjölgunin ekki út af breyttu fjölskylduformi heldur eingöngu vegna þess að landsmönnum að fjölga mjög hratt og húsnæði ekki að fjölga eða húsnæði sem sagt það hefur fjölgað íbúðum á markaði en á engan hátt til að mæta þeirri miklu fólksfjölgun sem hér auk þess sem 1800 íbúðir eru að jafna því í leigu til ferðamanna eða fastar í leigu til ferðamanna. Íbúðalánasjóður hefur metið þörfina 9.000 íbúðir. Við teljum að það sé jafnvel vanmat því að þessar 9.000 íbúðir miðað við að það séu 2,4 á heimili en hér auðvitað að koma til landsins fólk til að vinna og það að koma unga kynslóðir inn á markaðinn þannig að það verið að vanmeta minnkun á hinni eðlilegu stærð heimila á Íslandi í þessari tölu teljum við en við getum bara tekið undir það með íbúðalánasjóði að það vantar hér að minnsta kosti 9.000 íbúðir og það vantar í dag skorturinn 5.000 íbúðir sem að valda hækkun á fasteignaverði sem og bara ömurlegu ástandi í húsnæðismálum. Það sem að viðkvæmustu hóparnir fara verst úti sem eru ungt fólk, þeir sem eru með lægstu tekjurnar og erlent verkafólk, launafólk. Og miðað við þá fólksfjölgun sem hér í gangi og nýjar kynslóðir sem kom inn á húsnæðismarkaðinn þá þarf 1700 nýjar íbúðir á ári og því má gera ráð fyrir áframhaldandi íbúðaskorti. Hérna sjáum við fullgerðar íbúðir á tímabilinu 1997 til 2019. Þær afturstu tölurnar, þið sjáu kannski ekki almennilega hvaða ár þetta en 2 afturstu árin 2018 og 19, það spá. Hitt sem sagt árin 1997 til 2017, þannig að þið sjáu að það að koma núna þessar mundir, á þessu ári að koma töluvert af íbúðum inn á markaðinn og svo framundan svona 4.500 íbúðir næstu 2 árin, en þetta á engan hátt að fullnægja þeirri þörf sem að nú þegar til staðar og sem fyrirsjáanleg eins og ég var að fara yfir hérna áðan. Og þetta auðvitað mikið áhyggjuefni og í raun ótrúlegt að stjórnvöld skuli ekki taka þessi mál alvarlegar. Alþýðusambandið mun halda áfram að leggja áherslu á fjölgun leiguíbúða í nýja almenna íbúðakerfinu. Í kjarasamningunum árið 2015 var krafan 5.000 íbúðir á 4 árum. En það náðust bara 2.300 í gegn í þeirri atrennu. Það algjörlega ljóst að Alþýðusambandið var í raun og veru mjög hófsamt í þessari áherslu sinni á 5.000 íbúðir. Og það þarf að ná samkomulagi það sem allra fyrst að setja verulegt púður í þessa uppbyggingu. Við þurfum líka að fylgjast með því að tekjumörk inn í almenna íbúðakerfið hækki til samræmis við laun. Það miðað við að fólk í 2 lægstu tekjufimmtungunum eigi rétt á húsnæði í þessu kerfi. Við þurfum líka að tryggja að húsnæðisstuðningur nái til allra tekjulágra á leigumarkaði, líka para og að bæturnar fylgi verðlagi. Og það þarf að draga úr eignatengingum í vaxtabótakerfinu svo að launafólk missi ekki stuðningin til lækkunar húsnæðiskostnaðum leið og fasteignaverð hækkar. Og þetta það sem að lítur að leigukerfinu og húsnæðisstuðningnum.
En svo var Alþýðusambandi líka með áherslu á nýtt húsnæðislánakerfi. Það náði ekki fram að ganga í síðustu kjarasamningum en auðvitað eitt af þeim mikilvægu verkefnum sem jafnframt eru framundan á sviði samskipta ASÍ við stjórnvöld vegna húsnæðismála.